Sjálfstæðisflokksins að skipuð verði sérfræðinganefnd í neytendalánum og þá tekur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson fyrstur til máls. Tillöguflytjandi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég svo sem fór aðeins ofan í þessa tillögu hér í málum mínu áðan þegar ég lagði fram okkar tillögu og hún bara mjög einföld og ég ætla ekki að hafa langt mál það, heldur bara einfaldlega fjallar það að ef svo að eitthvað álitamál hvort Reykjavíkurborg eigi eða geti eða hafa mikið fyrir því að stunda lánastarfsemi eins og verið hefur árafjöld, þá skulum við bara fara yfir það, fá sérfræðinga til þess og segja okkur til í þeim efnum og tillagan bara hreinlega gengur út á það. Þegar ég aðeins skoðaði þau kjör sem Reykjavíkurborg hefur verið að fá í skuldabréfaútboðum, þá er svo augljóst að Reykjavíkurborg hefur ákveðið svigrúm. Hún er að taka lán á góðum kjörum og hún getur auðveldað fólki og boðið í sambærileg lán eða samkeppnishæf lán, vona ég, þó ég ætla ekki að fullyrða neitt í því, heldur að láta þá þeirri nefnd sérfræðinga sem að skipuð verður að komi tillögur í þeim efnum. Tillagan hljóðar svo: skipuð verði nefnd sérfræðinga í neytendalánum sem gerir tillögu til ráðsins að því hvernig laga megi lánastarfsemi borgarinnar vegna sölu byggingarréttar að nýju lagaumhverfi. Nefndin gerir einnig tillögu til borgarans að því hvernig lán borgaranna til húsbyggjenda verði sem best útfærð. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og þá tekur borgarfulltrúi Björn Blöndal næstur til máls. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þessi tillaga nú komið fram og borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson fór nú svo sem ágætlega yfir það áðan. Hverjar eru ástæður þess að reglum var breytt? Þetta í sjálfu sér mjög eðlilegt mál að skoða og við fulltrúar Bestaflokksins skástrik sem íslenska Bjartrar framtíðar, eins og það hefur oft verið kallað. Við erum reyndar kjörin hér inn sem fulltrúar Bestaflokksins en besti flokkurinn hefur eins og fram hefur komið í fjölmiðlum og tali mann á milli runnið inn í stjórnmálahreyfinguna Bjarta framtíð sem gekk á tímabili og gengur stundum enn undir nafninu, eða það stundum kallað hinn pólitíski armur Bestaflokksins. Það ágætis heiti og ágætt að þetta sé framsett með þessum hætti, en nema hvað, það sem að tillögunni snýr að við fulltrúar meirihlutans leggjum til að þessari tillögu verði vísað til meðferðar borgarráðs. Takk fyrir það. Þá hefur borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið máli sínu og þá tekur síðastur til máls borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það svo sem ekki alveg svona með neinni sérstaklega gleði sem að samþykkja að senda tillögur inn í borgarráð. Við höfum náttúrulega ekki sérstaklega góða reynslu af því, reynda bara vonda reynslu. Hlutirnir fara þangað og inn í einhverja skúffu og koma síðan að poppa upp einhverjum mánuðum seinna og helst þegar tillagan ekki lengur eiginlega aktúal. Þannig en engu að síður, ef þetta svona ekki hægt að gera með öðrum hætti, þá erum við ekki að agnúast yfir því og þakka borgarfulltrúanum að koma hér upp, en við viljum svona benda á að þetta virðist nú ekki vera, þetta virðist nú frekar vandræðalegt svona besti flokkur, Björt framtíð og hvers og hvers hvað, en kannski bendi borgarfulltrúanum góðfúslega á það að fyrir alla aðra hefur þetta ekki sérstaklega vandræðalegt, þetta bara einfalt og liggur svo ljóst fyrir, en þannig að borgarfulltrúanum þarf ekki að vera einhvern veginn að svona mumla eitthvað það hvort hann sé hluti af Bjartri framtíð eða Bestaflokknum. Hann kannski í bili hvort tveggja, það getur bara allt í lagi. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Björn Blöndal óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, ég upplifði nú engan vandræðagang í þessu. Veit ekki hvaðan hinn ágæti borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hvernig sú upplifun verður til hjá honum. Það nú bara svona
Mér fannst nú alltaf að benda á þetta bara svona líka út frá málfræðilegu sjónarhorni að slash er enska og skástrygg er íslenska og það er ágætt að nota það orð, þetta er ágætis orð, skástrygg. Það er ekkert launungarmál að besti flokkurinn rann inn í Bjarta framtíð. Við erum öll mjög stolt af því sem að því komum og stolt af því sem við höfum gert hér á vettvangi borgarstjórnar undir merkjum Besta flokksins og að samanskapi afskaplega reiðubúin að halda því góða starfi áfram undir merkjum Bjartrar framtíðar. Þessi yfirfærsla og samruni allur, ég held að þetta hafi verið nokkuð svona, já, þetta hafi verið nokkuð vel útfært og sé borgarbúum og landsmönnum öllum jafnvel nokkuð auðskiljanlegt, jafnvel út fyrir landsteinana og ef það er eitthvað í þessu sem að vefst fyrir borgarfulltrúa Júlíusi Víbli Ingvarssyni þá er ég boðinn og búinn að útskýra þetta nánar fyrir honum hvar sem er, hvenær sem er, jafnvel í einkasamtali ef út í það væri farið. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta er svolítið skemmtilegt sko, en þetta vefst bara ekkert fyrir mér. Ég var akkúrat að benda borgarfulltrúna á það, mér þótti hann svo eitthvað vandræðalegur hér og þá sérstaklega var ég minni þess þegar við vorum í borgarráði eitthvað að bóka og ræða þessi mál. þar sem akkúrat besti flokkurinn skástrygg Björt framtíð kom fram í einhverju bókun hjá Sjálfstæðisflokknum og það risu upp talsverð mótmæli sem enduðu með því að einn borgarráðsfulltrúi Besta flokksins bókaði ég einnig fulltrúi í Ghost Digital hljómsveitinni. Ég man ekki alveg nákvæmlega, en ég sé að borgarfulltrúinn óska eftir að taka til orðs og þá getur hann sagt frá því hvernig það er. Þannig að fyrir mér þetta ekkert flókið, ágætu borgarfulltrúi, og alveg óþarfi að skýra þetta og við þurfum ekkert persónulegt samtala það, við getum átt persónulegt samtala eitthvað allt annað af því að þetta er alveg kristaltært. En mér fannst borgarfulltrúinn einhvern veginn svona eiga erfitt með að skýra þetta á hann og þess vegna hafði orðað því, en svo var bersýnilega ekki. Honum líður ágætlega með það og það er bara stórfínt. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið við það að svara andsvari. Þá veitir andsvar við ræðu borgarfulltrúi Júlíusar Vífill Ingvarssonar, borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, fyrst að mín bókun er dregin inn í þessar umræður að þá vil ég fá að árétta það af hverju að ég bókaði þetta. Ég sit hér í umboði Besta flokksins, ekki Bjartrar framtíðar, þess vegna er það rangt lagalega séð að segja að við sitjum hérna í umboði Besta flokksins, skástryggs Bjartrar framtíðar. Við erum bara hér í umboði Besta flokksins. Þó að Besti flokkurinn sé að hætta og Björt framtíð tekur við, að þá er það allt í lagi ef að fólk vill útskýra að Besti flokkurinn er Björt framtíð. Það er bara veitur okkur ennþá meiri byr í seglinni í kosningabaráttunum. Kannski endaði með því að ég verði fyrsti varaborgarfulltrúi. Takk fyrir. Þá er borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson lokið við það að veita andsvar. Þá ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir. Jú, þá hefur borgarstjóri ákveðið það að taka til máls. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum hér saman komin í dag til að ræða Besta flokkinn og hvernig fólki líði í Besta flokknum og hvernig fólki líði ekki í Besta flokknum og ég hef svona verið að hlusta á þessa umræðu og fundist hún áhugaverð og upplýsandi og gagnleg. Ég held að Besti flokkurinn sé eitthvað sem verður aldrei fullrætt. Við getum alltaf haldið áfram að ræða Besta flokkinn og það er alltaf, það er eins og einhver sagði,
sá besti flokkur sem rætt ekki besti flokkurinn og mér fannst þetta mjög og þetta heyrði ég í nýju pottunum í Vesturbæjarlauginni og mér fannst þetta spaklega mælt og þetta svona svona ýtti svolítið við mér og mér fannst ég knúinn að svona þetta leitað á mig að því við erum að ræða líka sko hvenar besti flokkurinn og hvenar besti flokkurinn ekki besti flokkurinn og hvenar hann jafnvel versti flokkurinn sem náttúrulega bara hræðileg tilhugsun og náttúrulega enginn sem vill vera í versta flokknum það náttúrulega það vill það enginn og besti flokkurinn sko af því að fólk ofta að spurja mig af því að ég var einn af upphafsmönnum besta flokksins hvað besti flokkurinn og hver hugmyndin á bak við besta flokkinn og ég alltaf að segja við fólk besti flokkurinn ekki til en leið og hann ekki til að þá hefur hann alltaf verið til svolítið eins og kenning Schrödingers köttinn sem við könnumst öll við með því að setja köttinn í kassa og loka kassan þannig við sjáum ekki köttinn og hafa einhvers konar nema sem að kötturinn getur komið við sem veldur því að kötturinn deyr og þar með ekki til lengur eða telst ekki lifandi lengur en af því að við sjáum það ekki að þá kötturinn fræðilega sem sagt hvorutveggja hann bæði til og ekki til og þannig að sko leið og besti flokkurinn ekki til þá hefur hann alltaf verið til þá hann alltaf til og við erum öll í besta flokknum og höfum alltaf öll verið í besta flokknum og til að kannski nota einfalda myndlíkingu og ég oft hugsað sko eins og sko að því að stjórnmálaflokkur náttúrulega partí á ensku sem náttúrulega óbúslega skemmtilegt vegna þess að partí þú veist eitthvað jákvætt og gaman eða segja að það gott partí en svo getur maður lent í slæmu partíi og það nú oft eftir partí þau geta nú oft verið slæm en þau geta líka verið ágætt og geta verið ógleymanleg en já, við vorum að tala um partí enska orðið partí að þá sko partí náttúrulega fyrst og fremst það að fólk að hittast og koma saman og spjalla saman og jafnvel að drekka saman áfengi eða horfa á kvikmynd eða eitthvað svoleiðis eiga svona félagslega stund saman og eiga félagslega stund það náttúrulega ekki hægt að eiga félagslega stund öðruvísi en saman maður getur ekki átt félagslega stund bara einn held ég ekki, ég veit eða minnst ástæðis segir einhvers staðar maður sem manns gaman þá sko ef við hugsum eins og já, að því að stjórnmálaflokkur partí og partí partí það það sem ég var að tala um ef við hugsum surprise party sem að við séum með surprise party fyrir segjum einhvern segjum bara Guðmund sem Guðmundur segjum Guðmundur til, hann raunverulegur, hann líka ekki til hann Guðmundur sem og Guðmundur sem hefur verið og allir Guðmundar sem munu verða og við ætlum að vera með surprise party fyrir Guðmund sem engin Guðmundur en líka allir Guðmundar við ætlum að vera með surprise party fyrir hann og við bíðum eftir honum
heima hjá honum og svo þegar hann opnar hurðina, hann bara að koma heim úr vinnunni eða eitthvað, opnar hurðina, þá köllum við surprise og Guðmundur verður svona hissa, bara alveg hlessa, nei, þessu átti ég ekki von á, hann verður svona líka glaður að þetta er svona surprise, og allir hérna og eitthvað svona, og það er surprise party. Síðan 3 klukkutímum seinna er kannski sama fólkið áfram, en það er ekkert lengur surprise party. Það er bara þróast yfir í venjulegt party, það sem allir eru bara slakir. En svo getur vel verið að sé einhver skilur sem er bara, þú veist, á síru eða eitthvað og er bara að spyrja, er þetta surprise party? Er þetta surprise party? Og bara slakað á, kallinn minn. Þetta er bara venjulegt party. Bara reyndu slakað á, bara sestu niður og spjallaðu. Er þetta surprise party? Get ég verið með þessu? Er þetta surprise party? Þetta er bara venjulegt party, slakað á. Og áður en við vitum af, þá situm við eftir í eftirparty. Og það getur bara verið frekar glatað, sko. Bara svona lame eftirparty. Og við getum ennþá verið. Þú veist, jafnvel ein. Er þetta surprise party? Er þetta surprise party? Það er bara enginn sem svarar. En mér finnst bara gaman að koma upp og ræða bestaflokkin. Og það er svo magnað að eftir því sem maður segir bestiflokkurinn, eftir því sem það er sagt oftar, þess fleiri leitar niðurstöðum skilar það á Google. Það er svo magnað. Það fer allt eftir algoritmum. Þannig að með því að ég segi bestiflokkurinn, þá er ég að ákveðin hátt að margfalda leitar niðurstöður af bestaflokknum. Það er að segja ef einhver skrifar bestiflokkurinn á Google vegna þess að allt sem við segjum náttúrulega endar á internetinu og þar er öll okkar tilvera, hefur alltaf verið og mun algjörlega verða alla eilífð. Takk fyrir. Það er borgarstjóri lokið máli sínu. Þá held ég að sé ekki fleiri á mælendaskrá undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Forseti ber það upp að vísa tillögu þessari. Hér vantar einn borgarfulltrúa. Og ber forseti það upp að vísa tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að skipuð verði sérfræðinganefnd í neytendalánum til borgarráðs. Þeir sem að samþykkja það gefi merki. Það telst samþykkt samhljóma. Við förum í 6. mál.